Það þarf að vera stór. Verið í sjónvarpinu. Verið í sjónvarpinu? Já. Hvað ætlar að gera í sjónvarpinu? Gera svo þú. Eins og ég? Já. Þú vilt ekki bara taka við á mér? Jú. Já. Hvað myndur þú þá kalla þáttinn þinn? Var ég Elín Inga. Já, á tali hjá Elín Ingu. Já. Já, það líst mér vel á. Góðir gestir, þetta er þátturinn á tali hjá Hemma Gunn og hér er kominn stjórnandi þáttarins, Hemmi Gunn. Takk fyrir, gjörðu svo vel. Nú, gott kvöld, góðir gestir mínir hér við veisluborðið. Aðrir gestir mínir í sjónvarpssal og ekki síst ágætu vinnir land allt. Í kvöld ætlum við að halda veglega tónlista og skemmtiveislu þar sem að tónlistarlandsliðið mætt til leiks til að kveðja vetur og fagna sumri. Nú þessi þáttur er líka vissan hátt tímamótaþáttur þar sem að nú lýkur þáttaröðinni á tali sem hefur verið fastur liður í dagskrá sjónvarpsins undanfarin 8 ár og rúmlega 100 þættir að baki. Nú sjónvarpið hefur tekið þá ákvörðun að nóg sé komið að sinni og það væntanlega tími einhverja nýjunga framundan. En nóg það, heill þáttur framundan og glæsilegur hópur tónlistamanna býður eftir því að láta í sér heyra og í þessari tónlistaveislu taka þátt rúmlega 70 tónlistamenn, listamenn, sumir hérna við borðið hjá mér og aðrir skammt undan. Og það er rétt að kynna eldsnöggt þessa gesti mína sem sita hér við veisluborðið svona í upphafi, Rúnar Júlíusson, Halla Margrét, Bubbi Mortens, Helgi Björns, Magnús Ólason lékklæddur, Grétar Örvarsson, Stefán Hilmarsson og Sigga Beinteins. Klöppum fyrir þeim. Og þá er hér tróðfullur salur af áhorfendum í góðu skapi, hópur nemenda í hagnýtri fjölmiðlun í háskólanum og en flestir eru væntanlegir garðyrkjusérfræðingar sem stunda nám í Garðyrkjuskóla ríkisins í Hveragerði og þau ætla einmitt hafa opið hús á morgun og þar verða skrautlegar skreytingar á boðstólum og borðum. Það er alltaf kátt í Hveragerði eða hvað? Svona er þetta. Jæja, þá er komið tími til að renna af stað og þeir sem hefja leik kalla sig vini, vors og blóma. Og er það vel við eigandi. Þessi strákar þeir slóu í gegn í fyrra og syngja nú splunkunýtt lag eftir 2 af liðsmönnum sveitarinnar, þá Þorstein Gjólason og Njál og þá er það bara Losti. Gjörið svo vel.
Þorsteinn. Þorsteinn Gjólason, þetta voru Vinni Voss og Blóma. Þorsteinn, splunku nýtt lag. Já. Er þetta nýja línan, sumarlínan? Já, ég vona það. Þið, eins og ég sagði þarna í upphafi og ég var að kynna ykkur að þið vöktu mikla athygli í fyrra sumar og nú að halda áfram á sömu brautu eitthvað. Já, við vorum að ljúka við upptökur á nýrri plötu. Tókum hann upp á Flúðum. Síðasta halva mánuð. Vorum þar. Og svo er landið og miðin framöndan eða eitthvað? Já, við stefnum. Er þetta einhver breyting á tónlistinni frá því sem að Ég myndi segja að við höfum þroskað sem tónlistamenn helst, sko. Hvernig fannst þér þér núna? Fínir. Ekki? Þeir sluppu? Já. Já. Mælar. Góðum nánar að þessu veitir. Greinilega allir ánægðir með þetta en þarna á horninu situr stöðklæddur maður og Magnús Ólafsson, blessaður. Blessaður. Þú og félagar þín í Leikfélagi Reykjavíkur ætla að fara að frumsýna á hvað laugardag? Já. Hvað er það? 15. Það við borgum ekki eftir Daríu og Fó. Já, skattgreiðendur eitthvað. Já, skattgreiðendur og annað. Alveg sprengklægilegu þessi. Og er þetta ekki svolítið óvenjulegur frumsýningartími? Jó, en eftir svona harðan vetur þá held ég að allir hafi gott að því að hlæja sig bara inn í sumarið. Því að þetta er mjög fyndið. Já, Daríu og Svo Fó. fyndið að það er erfitt að leika það stundum, það er svo fyndið, sko. Það þekki ég alveg hjá þér. Daríu og Fó er Já, það er stutt í láturinn hjá mér. Það er stutt í láturinn. Já, en þetta kom nú skyndilega upp á með Borgarleikhúsið vegna þess að tóku sér saman nokkrir leikarar bara innan leikfélagsins. Já. Ákvað að gera þetta. Já, já. Húsið laust, því ekki stóð til. En á hverju er þetta svona órakaður? Það er nú ímyndilegt sem dynur á mér þessa dagana. Ég er að fara í mjög merkilega kvikmynd sem heitir Agnes og er að fá þar eitt skemmtilegasta hlutverk sem ég hef fengið í bíómyndum. Það er ég nú búinn að koma. Þú ert verið í öllum. Já, næstu því. Og ég er að safna þessu hári hérna og skeggi fyrir þá mynd. Þetta er mjög... Þegar ég las handritið, ég var strax hrifinn og ég hef mikla trú á þessari mynd. Þar skín stjarnan skert. Ég hafði þennan matmæki bara fyrir þig. Já, þakka þér fyrir. Ég held nú þetta væri, ég þorði ekki að borða, ég held þetta væri props. Þetta er allt alvöru. Þetta eru nemendur á hótel- og veitingaskólanum sem sáu þetta glæsilega. Þú sendir mér bara þetta heim og eftir? Já, en þá ætlum ég að kalla á Ara Matthíasson. Herðu, býta aðeins. Já. Þú ert ekkert svona góður. Þakka þér fyrir þetta. Ég ætla að láta hafa ból hérna sem er merktur sýningunni. Við borgum ekki. Nei, ég Og fenni ég, neða, býtur róleg, ég er búinn að vera í honum sjálfur, þannig að þú getur notað hann sem tjald í sumar. Fáum Ara Matthíasson, Ari Matthíasson, Magnús Ólafsson gjörur svo gangi upp á svið, sína okkur brot úr þessu leikriti sem er frumsýnt. Halló! Er einhver heima? Mamma er komin inn. Nei, Nei, bless. Luigi, maður. Blessaður. Herðu. Hvað? Hvað er þetta að leita? Ólífunum sem voru hérna á borðinu. Já, ég er átæð. Ástu það? Já, máttu ég það ekki? Nei, þú máttir það ekki. Ekki? Þetta voru ólífur úr konunniðinni. Étur matinn frá nýfættum sinni. Ólífur og konu minn og nýfættum syni, hvað? Já, ég var að segja það. Hvað jöfusins rugl er það? Ekkert rugl. Ekki vita neitt. Nei. Ha? Sko, þegar maður fæðist, þú veist, saltlögurinn sem rennur út. Nei, það er best að byrja á byrjuninni bara. Skulum byrja á páanum. Palli litli pái. Samband er á milli konunar minnar og páa? Þú kemur bara af fjöllum og veist ekki neitt. Nei, hvaða páatal er þetta? Bræður í Kristi, takið pilluna í Jesú nafni. Já, Margrét tekur ekki pilluna. Nú, hver segir það? Hvernig veist þú það? Hver heldur að hafi sagt mér það? Hún tekur ekki pilluna af því hún getur ekki átt börn. Það er einhverju bílun. Ég man ekki nafni á augnablikinu. Luigi, það er þú sem er bilað. Kona þín, hún er frísk eins og fiskur og getur átt fullt af börnum. Því hún er þegar búin að því. Á hún barn? Já. Síðan hvenær? Núna, fæðing fyrir tíman á 5. mánuði. 15 mánuð? Tala ekki svo fíbla, sást ekki eins og ná henni? Það er vegna þess að hún reyrði sig. Svo losaði hann frá, þá fekk hún risastóra bumbu. Og hún leit út eins og hún væri bara komin á 10. mánuð, eða ég vil þann 12. Það ert að gera gís á mér. Nei. Og hún fór hérna með konunum mín í sjúkrabíl, því að hún var næstum búin að fæða bara hérna. Fæða hérna? Hún missti vatnið. Og ég var að þurrka upp á hann. Þurrkaði þú upp vatnið?
Já, vatn og ekki vatn. Svona nokks konar saltlaugur. Með nokkrum ólífum í. Þá erum við þessum að geta hérna rétt á það. Hætt að hæðast að mér, hvar er konan mín? Ég var að segja þér á sjúkrahúsi. Á hvaða sjúkrahúsi? Ef maður vissi það nú, hefur nú panta pláss eins og maður á að gera, þá hefur maður vitað það núna. En nú er hann að keyra á milli þeirra allra, svo fæðist litla greið, kannski í sjúkrabílum, innan allar ólífurnar. Hætt að láta þessu asni og segðu mér hvað konan mín er alveg. Gefðu þér á kraft! Ég var að segja, ég veit það ekki. Kannski hafa þið farið með hana þarna á þessa kvensjúkdómastöð. Já, þar sem að börn sem fæðast fyrir tíman eru flutt á milli frá maga til maga. Flutt á milli maga? Já. Hvað? Þú kemur að fjöllum, maður. Það er auðvitað að þú innbyrðir ekki upplýsingar þegar fæðingu fyrir tíman er að ræða. Ég skal útskýra þetta fyrir þér, sko. Þeir gera þetta þannig, þeir taka vél, svo taka þeir kassa sem er fullur af sýru. Svo taka þeir hérna konuna með snembordabarnið hérna á 4.-5. mánuði. Svo taka þær aðra konu sem á að vera hin móðurinn. Gera keisaraskurð á henni, setja barnið yfir í magann á henni, henda fylgir öllu draslinn inn og sauma svo fyrir. Svo bara eftir 4 mánuði, fiskur. Já, fiskur. Já, og þetta var brot svona á sprenglægilegum gamanleikast Daríu Fósenleik fyrir það sinni í Borgarleikhúsinu eða frumsýnir á laugardaginn kemur. Nú eitt af því allra skemmtilegasta sem að ég hef upplifað í þessum þáttum, rúmlega 100, er náttúrulega þessi góðu samskipti mín við listafólk og landsmenn alla, beint og óbeint samband sem er mikils að meta, en þó ánægjulegast af því öllu hefur verið að þessi nánu samskipti mín við unga fólkið. Ég fengi þau til mín okkur reglulega, lært mikið af þeim, og nú í síðaskipti, gjörið svo vel. Taka 1. Líka þeirra. Já, byrjum. Taka 1. Gerðu svona segðu taka 1. Taka 1. Hvernig gerðu? Segðu taka 1. Taka 1. Hvað gerir pabbiðinn? Hann er að vinna í tjöldum. Hann er að vinna í tjöldum? Já, selja tjöldu. Selja tjöld? Já. Hvað gerir pabbiðinn? Hann leikir sér af þessu dóti, eldar maður og svo brenna hann sig. Hann leikur sér með dótið og eldar matinn og brennur sig? Já. Pabbið? Ég heyri svo vel, ég heyri grasið góa, ég heyri svo vel, ég heyri snjóinn snjó, ég heyri neglurnar lengjast, ég heyri hárið vaxa, ég heyri hjartað slá. Heitir ekki Amigun? Jú. Hvað heitir þú? Daniel Ólafsson. Það er svona kú sem átti 10. Ég man ekki hvað það heitir. Hvað er það? Já. Þú finnur það vel að allt færist í þér. Þú finnur það vel að allt færist í þér. Er hann í val? Nei, vara. Í vara? Hvað er hann að gera þar? Vinna. Já, já. Hann nennir ekki vinna ennþá. Nennir ekki að vinna þá? Herðu, og hvað á að gera í sumar? Skjálta. Já, er það ekki? Skella sig bara með pappa? Já. Í nýju tjöldin. Já. Og er þetta ekki bara tjaldborg sem þið verið með? Jú. Já, já. Einu sinni í Vestmannaeyjum, skal ég núna segja satt. Einu sinni í Vestmannaeyjum drap hann ljón. Hver? Afi minn, Tótaði. Drap hann ljón í Vestmannaeyjum? Já. Tók í skotið og siglaði út í sjó. Tóti afi? Já. Nú ert að skröpa. Nei, kannski trúir mér ekki. Hvað er dýr þegar amma? Hesta, kindur, beljur. Já, bara alla fjölskylduna. Og ertu að leika þér eitthvað við dýrin? Nei, ég fer bara til kýrana. Já. Og ertu að reka þær kannski? Nei, Nú? ég er að hjálpa hinum. Hörru, Já. amma mín er líka sko bógamaður. Hún og afmæli 13. desember líka. Amma þín? Já, Hvað heitir hún? Ella amma. Já, hvað er hún komin? Ég man það ekki. Hvað cirka?
Hvað er hún sirka gömul? Sigg. Nei, hvað er hún sirka gömul? Ég veit það ekki. Ha? Hvað er sirka? Já, svona hvað heldur hún sig gömul? Þá er hún nú bara 26 ára. Amma, Ég held honum. já, er hún gift? Gift, hún er löngu. Það var langt sem hún giftur, hún er ung. Hvað gerir mamma þín? Skreytum og skreytum ekki. Skreytir þú þig? Já. Og er hún ekkert að vinna? Já. Hvar vinnur hún? Sen ég var einu sinni á leikskóla. Ha? Sen ég var einu sinni á leikskóla. Já, er hún fóstra? Já. Andlitið lifnar, húsin dansa og vindurinn hlær. Ég kann nú aðeins að fluta. Já. Já, bara eins og fuglarnir. Hvað fáum við úr kúnum? Mjólk. Hvernig mjólk? Léttmjólk eða súrmjólk? Léttmjólk. Já. Hann var hjá læknum og alls staðar. Hann er svolítið veikur. Hann er með hálsbólgu. Nú er afi. Já. Hvernig fekk hann þessa hálsbólgu? Hann talar svona. Afi? Já. Það er hann svo veikur. Gamli Nói, keyrir sjúkrabíl. Hann á engan sjúkling nema steiktan kjúkling. Gamli Nói, keyrir sjúkrabíl. Hann þarf að flytja til London. Já, annað land. London er ekki á Íslandi. Og hvað er London? Það er langt í burtu. Það er eins og ég ætti að fara í bíl. Maður verður að hvíla sig í bílnum með allar fórgangar í bílnum. Og ég er ekki hægt að keyra einu sinni. Og maður að hvíla sig. Já, og kemur þá ekki aftur til Íslands? Íslands? Já. Nei, ég verð alltaf þar. Nú? Aldrei eftir. Kemur aldrei aftur? Nei. Þar missum við góða mann. Kannski get ég komið aðeins í heimsókn. Hvað er afið gamall til þess? Ég veit það ekki. Hvað, cirka? Hann er bara eiginlega 25. Er hann svona gamall? Nei, 22. Já, afið. Kanntu að telja? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 6, 7, 9, nei, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 6, 7. Ég kan bara koma aftur 6 og aftur 6. Já, þannig að bara ef það er sérstaklega áherslur á 6, þá 1, bara 2, koma með það eins oft og þú 4, getur 5, bara. 6, 7, 1. Þú verður flottur í London, maður. Pabbi er eitthvað yngri, eitthvað? Pabbi 30 ára. Já. Amma þig, hvað er hún komin? 56. 56? Og hvernig gengur sambandið við afa? 23? Sæmilega? 22. 22. Langar þig til að fara af leikskólanum og fara til London? Já, stupid, ég er ekki í neinum leikskóla. Nú, hvað Ég er er bara þú? róla. Já, það er nú svipað. Þetta eru þau. Nó, það er ekkert annað. Og nefndum Galíkskólans, gjör svo vel. Þakka þér innlega fyrir og bólur og það bara klæða mig upp og svo tímaritt. Það er nú líka til. Bara sem allra lengst. Og hér stendur elsku Hemmi, þökkum fyrir frábæra þætti á liðnum árum og í þakklæði skyni viljum við bjóða þér á sýningu okkar í Garðyrkjuskólanum á morgun sumardaginn 1. Kærkveðar, nemendur Garðyrkjuskóla ríkisins. Ástakveður. En, Rúnar, þú heldur á þessu bara að höra með hans að menn. En þá er náttúrulega komið að næsta tónlistaratriði og Helgi Björns, Sólin. Er það við? Já. Nei, verður rólegur. Þið eruð að gefa út nýtt efni eða eitthvað? Já. Og hvers konar efni er það? Svipað, rock'n'roll? Það er bara rock'n'roll, já. Bara good old, fashioned rock'n'roll. Og á svo að hella sér í sveitaballa við fjörið? Nei, nú ætlum við að vera bara hvíla okkur svolítið mikið. Bara rólegir. Ég sá
búnir með okkar skammt í bili. Sáðu í miklum skapgerðarleikandi í sjónvarpinu páskana. Já, Hvort tóða meir í þig, leiklistin eða tónlistin? það sem ég ger í hvert skiptið, hitt. En þetta leggst sumarið í þig vel og ykkur félaga? Já, eins og ég sagði, þá ætlum við nú að vera mjög rólegir, sko. Við erum ekki að fara núna á vertíð núna. Þeir eru frægir fyrir rólegheitin mitt. Já. Við ætlum að spila 5 tónleika í sumar, nákvæmlega. Já, það er ekki verið. Já. Og þá ætlar að leiða okkur ásamt félögum þínum að heyra eitthvað nýtt lag. Já, Og það heitir? það heitir Mér var svo kalt í vetur. Ofboðslega kalt. Mér var svo kalt. Og það er lag eftir þig eins og Já. síðast og texti. Já. Við skulum halda okkur hitta hérna, Helgi, gjörðu svo vel. Ganga til félagavina, mér er svo kalt. Fá manni það kemur. Þú varst framandi minkapels. Ef við mættumst að nýju og ég horfði beint í augu þér, draumur minn var holdi klæddur. Hvernig má það geta skeð að við fundum engan veg? Þú varst týnd en síðan fann ég þig. Og ég leitaði svo lengi, mér var svo kalt. Hvernig má það geta skeð að við fundum engan veg? Þú varst týnd en síðan fann ég þig. Og ég leitaði svo lengi, mér var svo kalt. Þú varst týnd en síðan fann ég þig. Og ég leitaði svo lengi, mér var svo SS Soul. Hvernig fannst þér þetta, Sigga? Æðislegt. Flott lag. Stebbi, hvernig fannst þér þetta? Já.
Og þú ert nokkuð ánægð með það, þeir eru farið að hlýna þar ekki, Helgi? Jú, nú hlýnaði mér aðeins. Er það ekki? Jú, það var kallið náðan. Og nú eftir að SS Sól hefur lokið sínu leik og okkur er orðið heitt hér í sjónvarssal að þá er nú rétt að kynna gamla íslenska tónlist, 2 söngkonur sem hafa lokið söngkennaranámi sem að hafa verið undanförnu með skemmti dagskrá í hlaðvarpanum einu sinni var og þar hafa þær Ágústa Ágústsdóttir og Harpa Harðardóttir verið einmitt að rifja upp gamla gullmóla, íslensk dægulög og gert mikla lukku og þetta er einmitt lög sem við mættum heyra oftar á þessum útvarpsstöðum og sjónvarpsstöðum og þá er það allar að koma hér og flytja með hljómsveitinni og með hljómsveitinni okkar verður Reynir Jónarsson, sá þekkti tónlistarmaður sem leikur á harmoniku og hefur meðal annars leikið með þér, Bubbi. Einmitt, Reynir hefur meðal annars leikið með þér. Við höfum spilað mikið saman. Mikið saman, já. Og það er alltaf að syngja lag Ágústa og Harpa Litlu stúlkuna eftir Steingrím Sigfússon, þó ekki alþingismann. Gjörðu svo vel! Sannir gullmólar. Nei. Blessaður hemmi minn. Blessaður hemmi, gaman að sjá hemmi minn. Elsku kollin. Passa á kollina. Nei, þetta er ný. Þetta er ný kolla, já. Komdu hérna, Lasse, maður hefur séð fáðu sæti hérna. Þakkaði fyrir hemmi minn, ég bjóst nú ekki við því, áttu nú bara stutt að leiðina frá Fáðu sæti hérna. Lasse, ég sé. Gunni Þórðar, blessaður. Maður þekkir þetta allt saman. Já, er það ekki? Já. Hvar hefur þú verið, Dexi? Sigga og Örvað. Gaman að sjá okkur, Hvar hefur þú verið, Dexi? Hvar hefur þú verið? Verið, já, það er nú fyrir norðan, sko. Já. Já, það er svona verð sem ég hef sett upp þarna fyrir, þú ert alltaf að bolta með það Já, það er það. Já, það er svona lítið svona hljóðver. Já, sko. Og í hver ertu? Í hver ertu? Ég er bara alltaf eins og sömu fötum hérna, ég vinn voða lítið breyta til henni. Já, maður vill svo lítið breyta til. Já, maður er alltaf eins og saman. Og hvað hefur þú verið að gera? Ég hef bara að gera mitt besta svona. Já, er það ekki að vinna?
Vinna? Já. Jú, maður hefur unnið svona 1 og 1 lotto og svona og hvað svoleiðis sko. Ég er nú með hérna, Bubbi, ég er með uppgjöri síðan í síðustu helgi. Bara að gera upp á þetta. Hvað þykist þú tengjast þessum tónlistafólki? Ég er með þetta fólk alltaf mínu snærum sko. Nú? Já, ég var hann umbóðsmaður. Já, ég er hann svo mikið umbóðsmaður um mig. Já, maður er svona að búa til alls konar fyrir þetta fólk svona, búa til svona skemmtanur og svona sko. Þetta getur ekkert sjálft sko, það verður að sjá þetta svona. Og ertu búinn að bóka eitthvað fyrir sig? Já, svolítið sko, ég ætla nú að láta helgi minn, það er barnaskemmtur sko á Dalvíkina sem ekki. En það er gefins. Þetta er bara svona góðvill sko, þið græðið á þessu. Varst þú að segja að það er ekki gert það? Að fá þig. En hvað er þegar við skildum og þú fóst í burtu? Hvað er að frétta af henni Ingu, kærustunniðinni? Alltaf í boltanum ekki? Jú, ég með það. Nei, þegar þú fórst að heimsækja hana Ingu Rasmussen. Móðan er búin að breyta miklu hérna. Þetta er ekki eins og ég var því ég var síðast. Nei, þetta er mjög svipað. En hvað segirðu mér af Ingu? Hvað er þetta sem eru að drekka hérna? Hef ekki að klappa fyrir Deng sem fá hann aftur. Stefán Hilmarsson. Nú eru þið að koma saman hvað eftir 2 ára hlé í sálinni. Sálina Sjónsmís. Já, okkur fannst tilhlýðilegt að hafa hlýð ekki lengri en 2 ár. Já, og sett saman plötu eða hvað? Já, við erum bara byrjaðir að taka upp á fullu og erum svona að undirbúa tónleikatúr landið. Margir sem bíða spenntir eftir öllum þessum hljómsveitum sem koma einmitt fram með nýtt efni að hvort það er einhverja breytingar á tónlist og svoleiðis, er eitthvað slíkt hjá ykkur? Já, þetta tekur alltaf á sig alls konar myndir náttúrulega en ég held að þetta sé svona megninu til svona melodist pop eins og við erum svona hvað þekktastir fyrir. Já. En menn sjóast náttúrulega og kynnast nýjum hlutum og straumum og stefnum. Já. Og þetta svona fær ýmsu blæbrigði náttúrulega á sig. Hvað er það sem þið ætlaði að syngja fyrir okkur hérna í kvöld? Við ætlum að taka lag sem það er nú ekki búið að skýra lagið ennþá. Nei. Og hérna... Það er gert í kirkja á morgun. Já, fáum þið kannski í það, akkurat. Já, fyrir. Nei, það er óskýrt enn. En það má kannski bara ég teka á móti tillögum eftir flutningin. Já, erðu, og þá bara bjóðum við velkomna á svið Stefán Hilmarsson, Sálina Sjónsmís, fyrsta skipti í dag.
Það kemur allt í ljós, kemur annan dag, kemur undir rósanna sólarlag. Eru örlög mín og vinirnir þín bara á morgun mín. Draðu yfir dimma nótt og dökkan feldinn þinn. Draðu yfir dimma nótt og dveljum enn sinn. Draðu yfir dimma nótt. Draðu yfir dimma nótt. Já, þetta var Sálina Sjónsmís og kemur saman eftir 2 ára hlé. Nú það líður senn að söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva og þá slær þjóðarsálin, ef ég þekki hana rétt. Og það var nú ýmsir hér við borðið kynnst einmitt þessari keppni sem að ég var að minnast á, Sigga, Grétar, Stefán og svo sem varð landsfræg með þáttöku sinni má segja á sínu tíma. Já, Halla Margrét og ég býði hjartanlega velkonna ykkar náttúrulega. Takk að þér fyrir. Má ekki segja það, þú hefur orðið fræg með þáttökuðin í... Já, einni nóttu vissi ég bara ekki til fyrir en ég var bara orðin popsönguna. Þú varst orðin poppari? Já. Þú varst þá í hvað klassísku byrjuð í klassísku námi? Já, var ég nýbyrjuð sko. Já. Nýbyrjuð. Og varst ekki trædd við það að stökkva út í? Nei, ég áttaði mig kannski ekki alveg á því að lagið myndi vinna. Mér fannst þetta mjög spennandi og gaman að vinna náttúrulega með þessu fólki sem hafði mikla reynslu. Hvernig var svo að taka þátt í þessu? Ég gerði ekki alveg grein fyrir þessu öllu sko. Nei, þetta gerir svo hratt. Já. En síðan hefur nú liðin nokkur tími. Síðan náttúrulega hætti í bransanum. Hættir í bransanum leið og hélst áfram þínu striki. Já, fór bara að læra í alvörun að syngja og hef verið út á Ítalíu. Að læra? Já. Og er þetta ekki bara feikið gaman og skemmtilegt? Jú, þetta er gaman þegar maður syngur vel. Já. Svo fyrir maður á bömmur en maður syngur illa. Þetta er harður heimur eða töff eins og þið segir. Já, maður hlýtur að vera hálf klikkaður að vera í þessu sko. Já, er það ekki? Maður fær rosalegt klikkað þegar hann gengur vel, en þetta er náttúrulega blóð, svit og tár, svona bak við tjöldin sko. Já, en þú stefnir áttu eitthvað? Já, ég stefnir bara Eurovision klassísku. Þannig er fólki á Nönnugötunni, það er alltaf látursluðis. Já, ég skil ekki af hverju þú fórst á Nönnugötunni. Nei, ég verð að koma aftur. En Halla, þú ætlar að syngja fyrir okkur og við höfum fengið Ólaf Vigni Albertsson hingað, þann píanósnilling. Hvað ætlar að syngja fyrir okkur? Ég ætla að syngja aríu sem er úr Il Trovatore, trúbadornum, og ég segi svolítið frá henni. Örlítið. Þetta er kona, þetta er svona hálfgerð prinsessa og hún er voðalega, hún hefur hlustað á trúbador sem kemur svona Bubba, hvað er hann? Nú, hann er bara að skaffa á, bara klóstið. Svona sem hefur verið að syngja fyrir mig á kvöldin og svona og ég hef orðið voðalega ástfangin af þessum trúbador og hún er að trúa þerninu sinni fyrir ást sinni á þessu manni og endar með því að segja í aríunni sko, ég elska hann svo mikið að ég geti dáið fyrir hann en eins og í öllum góðum sápuóperum að þá þá eru örlögarnar þannig að í alvörunni þá á hún eftir að fórna lífi sinni fyrir þennan mann. Nú, eftir langan tíma, margra, hvað ég maður segja, nokkur ára hlé í fyrsta skipti hérna í sjónvarpi, Halla Margrét Árnadóttir. Cielo non ti piace
Halla Margrét. Og kvæði í kross, þetta var stórkostlegt, Engsi. Hæ? Já, ég man þetta einu sinni, ég hef aldrei vorið svo fregur að syngja aríu. Nei, ekki fara að blanda þér í það. Ég söng Beríu einu sinni. Já, en... Hún var frekar stutt. Kvæði í kross, það styttist óðum, eins og þið vitið öll, í heimsmeistarakeppni í handbolta. Hefst bara eftir tæpa 3 vikur og þá byrja ballið. Og við treystum auðvitað á strákan okkar. Nú, í kvöld ætlum við að draga í síðasta sinni í HM-leiknum vinsæla og er ástæði til að þakka fólki alveg sérstaklega fyrir frábæra undirtektir. Það verður svo dregið tvisvar til viðbótar í þessum leikvæntanlega í sjónvarpinu og svo auðvitað í Laugardalshöll þegar spennan á mótinu verður í hámarki og Íslendingar komnir í undan úrslit. Það er ekki til setunar boðið, við skulum fá 3 landsliðsmenn, hringja svo út í bæ. Landsliðsmenni sem kom í kvöld, Ólafur Stefánsson, Konráð Ólafsson og Júlíus Jónasson. Hugsið ykkur, strákarnir okkar. Stundum verður þeir bara íslenska landsliðið. Stundum strákarnir og svo strákarnir okkar. En nú er dregið og þeir eru með 3 boltastrákarnir eins og við ættum að halda á í keppninni og það var dregið að við stöndum fulltrúa sýslumanns, auðvitað. Og fyrst er á línni Lárus Lárusson. Já, halló. Komdu blessaður, Lárus. Komdu sæll. Handboltamaður. Já, alveg. Já, er það ekki alveg? Jæja, það eru 3 vinningar í boði. Það eru meðal annars 2 alkort á leiki HM, 29 tómur Sony sjónvarp og svo 2 farmiðar með flugleiðum til Akureyrar og forkort á HM. Þessi glæsilegu piltar hérna eru fyrir framann mig, Óli Stefáns, Konráð Ólafs, Júlí Jónas. Velja einn, takk fyrir. Já, tökum ekki bara Júla. Á hverju? Já, bara, hann er minn maður. Hann er þinn maður, Júli, snúa boltanum. Númer 1. 2 alkort á leiki HM 95. Til hamingju, Lárus. Já, þakka þér fyrir. Og þá er það næsti Baldur Jónas Gunnarsson. Væntanlega er hann nú ekki í símanum eða hvað? Nei, móður hans Bára. Já, Baldur er hvað, 10 mánaða? Já, hann er að verða það. Já, nú, ég óska ykkur báðum til hamingju, það var hlotið vinning. Já, takk. Og nú eru þeir eftir hérna Konráð Ólafsson og Ólafur Stefánsson, Óli og Konráð. Gott velur. Konráð bara. Hæ? Konráð. Konráð bara, það er nú ekkert mámal. Nei. Og snúa, númer 3. Og það er litli kúturinn þinn, þú fær farmiða fyrir þig og hann auðvitað og fleiri. Það eru 2 farmiðar með flugleiðum til Akureyrar og 2 forkort á HM 95 til hamingju. Já, takk fyrir. Og þá er það loks Gísli Logi Logason í Reykjavík, Fannafold. Gísli? Já. Já, komdu blessaður. Ha? Komdu blessað, Gísli. Já, takk. Já, til hamingju. Hvernig hefur það? Allt fínt? Já, með hvað félagi heldur þú? Ha? Með hvað félagi heldur þú? Félagi? Með hvað félagi? Hvað liðið minn höfð? Já. Vali. Já, þakka þér fyrir það. Og Fjölnir og... Já, við erum með þessu. Og þeir bara á Dengsi. Og líka að ég... Þú heldur með Vali eða Val. Fjölnir. Og þá fær þú valsmannin Ólaf Stefánsson. Óli snýr við. Þú fær 29 tómu Sony sjónvarp frá Japis. Það er til hamingju, Gísli. Takk. Og takk fyrir. Gefum hann á gott lag. Í síðasta sinn sem þeir koma til mín, búin að koma núna eftir áramótur í öllum þáttunum, síðasti hlutin af landsliðsmönnunum og nú segjum við áfram Ísland, gefum við gott lag fyrir hlaupa út léttilega. Takk fyrir. Gangi svo vel. Jæja, og þá finnum við að líða að senda einhverja næsta tónlistaratriði. Og... Er það eitthvað frá mér? Hæ? Eitthvað á mínu hóp? Já, ég veit ekki. Þetta eru strákar Bítla hljómsveit sem var nú að gefa frá sér nýja plötu. Þeir vöktu athygli fyrst í fyrra held ég fyrir að herma eftir Bítlunum. Kalla sig... Ég þarf að tala við þá, ég þarf að ná sammingu við þá. Herru, þetta er Bítla hljómsveit 60s. Og nú hafa við verið að taka gömlu lögin, lögin hans Björgvins til dæmis, Ævintýri og mörg af þessum gömlu. Eftir Rúnar Gunnarsson, það er nú ekkert eftir þig þarna, sem þú söngst. Jú, fyrstu kossin þarna. Og þetta eru sem sagt gömul íslensk og það er svona með í Bítla útsetningu. Þetta er Bítla hljómsveitin 60s sem að flytur okkur núna á eftir. Lagið Alveg ær, það er skemmtilegu texti, en lagið er eftir Þóri Baldursson sem kemur við sögu hér síðar í kvöld. 60s, gjörðu svo vel!
var hljómsveitin 50s. Núna hefur ekki verðskulda athygli einmitt fyrir bítlalög. Nú voru það íslensku bítlalögin. Skemmtilegt fyrir okkur sem munum þann tíma. Nei. Hemmi, snýttu þér ekki forréttin, elska mín. Hvað? Ég var ekki... Hann mátti ekki koma. Með Hemma. Sæll, elska, once no time, segi ég nú bara. Hvað ég er búin að sakna þig. Hvar hefurðu verið? Nú á Florida. Ég ertu búin að vera það? Já, elska mín. Svo kom ég bara hingað til þess að fyrirbyggja allt sikið lægi með síðustu útsendingun og þú veist á þess að það er ekki síðast þarna að tala. Sérðu fólkið, gjóðu gert. Þið bara fá þið sæti. Heyrðu, byttun og rólegur, elska mér, það var nú ekki allt byrjað enn. Sko, ég er nú með dálítið handa þér hérna. En þetta er allt, ég segi nú bara, fjallaðin gerir fjöllin hálf og Hemma háan og glæsileg. Þið myndi að vera mikið starfi. Það sem voru að gleyma mér. Veistu, þetta er allt í lagi, sko minn, þó ég komi svona alveg útforvarinust. Ég var hvort að slá 2 flugur í sama höfuði vegna þess að Halldór Ásgrímsson, náfrændi minn, hringir í mig og ég þurfti auðvitað að brenna heim út af þessu stjórnarmynduna kjaftaðisvesina þarna. Þeir eru svolítið búin að gera úlvald og mikið skanna þessi drengir þarna. Og þegar Dóri sagði Bubba mig ég er að líklega að fara í stjórn, þá sagði ég þar fór nú góðu bit í hausrass. Bubba, tylltu þér bara. Ég ætla bara að láta þér hafa þetta snöggvast elskan mín hérna. Ertu ekkert að hafa fyrir? Jú, elska mín, þetta er Hvað bara ertu nú? lítil ræði hérna handaðir, elska mín. Það er ekki að marka þetta er nú bara strápjusið mitt og það. Skelli ykkur í þetta, fá smá stemningu. Hérna, þetta er handað þér, elska mín. Hvað er þetta? Hvernig finnst þér? Hafæskirta. Hvað? Og bindið við. Komdu með þetta. En viltu fara í sundbólinn og sko mig gjörðu svo vel, bara drífðu í þetta. Þakka þig fyrir. Heyrðu, það var ekkert og eitt enn. Hérna drífðu í þetta. Bara kippa þessu upp og svona. Nei, þetta er með rós. Nýjustu jöklanarbjörnsunar hann lofið það. Og alveg stór. Já, þetta er Dengsi Bubba. Er þú búin að kynna okkur hérna? Já, gera eftir Dengsi. Nei, núna. Nei. Núna. Þetta er Dengsi. Ég sagði núna, Hemmi. Já. Erum við ekki vinnir? Hvað er Inga? Hvað er Inga? Jæja. Á að nota þetta, já. Ég kem að því á eftir. Jæja, það er búið að vera fín tónlist og það sem af er og nú er komið að því að fá til okkar gest sem hefur búið í Englandi í rúm 20 ár. Hún var söngkona hér árum áður hér á Íslandi og síðan hleypti hún heimdraðunum, fór til Englands og hefur heldur betur gert garðinn frægan þar og tekið þátt í mörgum söngleikjum eftir einmitt Andrew Lloyd Webber í þessum söngleikjahúsum Englands og víðar og staðið sig mjög vel. Hún er hingað komin sérstaklega fyrir þennan loka þátt, flaug hún til okkar, komið tími til að við kynnumst henni hér að eigin raun og hún syngur okkur lag úr West Side Story, Somewhere. Bjóðum velkomna Janice Carroll! Somewhere
gaman að fá þig aftur heim. Þakka þér fyrir. Mín var ánægjan að fá að koma. Þetta er búið að vera mikið ævintýri þarna í Englandi, er ekki? Jú, það er nú heilmikið búið að ske. Margir söngleikir og... Já, það eru orðnir einu 7 þannig í West End. Hvenær kemur bara til okkar alkomin aftur? Já, það er nú dálítið erfitt. Því að fjölskylda mín er nú eiginlega mestu komin til Englands. Já. En alltaf sterkar taugar hingað. Já, auðvitað. Heyrðu, Jannis, ég kem kannski að þér á eftir, en það er komið að því að ræða örlítið söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva. Þú nú fylgst með henni, hvernig höfum við staðið okkur í þeirri keppni? Ég hef heyrt nokkurlega, ekki mikið, ég var nú að segja eins og þér. Ég hef reynt að fylgjast með því ég haft tíma. En þegar þetta hefur verið skeið, þá hef ég líka verið að vinna. Þannig að maður getur ekki alltaf. Já. En það hefur mér fundist takast æðislega vel upp og það hefur mikið farið fram, finnst mér, músíkin sem ég heyri. Svona eftir sem ég heyri meira, þá finnst mér að dreifa nær stóru stundinni, það verður keppnin haldin í Dyflinni. Fulltrúi okkar verið valinn, Björgvin Halldórsson. Björgvin Halldórsson, gjörðu svo vel. Jæja, Björgvin. Þetta ég segi það. Blessaði minnar. Ég er með hann líka. Já, þetta er Björgvin. Ég þarf að ræða við þig. Björgvin, ég var að segja það og reyndar vita það allir að þú ætlar að vera fulltrúi okkar í söngvakeppninni. Það er víst. 500 milljónir fylgjast með og margir segja tíminn til komin að Björgvin taki þátt í þessari keppni. Svo er það enn aðrir sem gagnrýna þetta fyrirkomulag sem sjónvarpið hafi á keppninni núna. Hvað segir þetta? Já, sjónvarpið ákvað að reyna þessa leið og báði mig að fara sem flytjandi. Ég tók mér reyndar góðan tíma í að hugsa það og sló svo til. Já, skelltir þér í. Já. Ánægð með lag og ljóð? Já. Ég er ánægð með hvernig það hefur komið út. Nú hafa ýmsir haft svona horn í síðu þessara keppni og talið hann ekki nógu fína og sniðuga, en það er svolítið furðuleg sjónarmið finnst mér því að sem að Íslendingar alltaf er embast við að vera heimsfræðir og vilja ekki notfæra sér 500 milljónir áhorfenda. Hvað segir þetta? Já, 500 milljónir? Já, ég tel að keppnin sé bara góð fyrir bransan hérna, þennan viðkvæma litla bransa sem við erum með hér á Íslandi. En þessar raddir sem að heyrast keppnina held ég nú sé nú aðalega frá okkur í tónlistabransanum held ég. Komið nú frekar því að já, þessi almenni áhorfandi og sem að hefur gaman að þessu. Honum finnst ennþá gaman að þessu. Mér finnst þetta gott mál. Nú það er nú gjarnan þannig, Björgvin, að nú ert þú búinn að vera meðal okkar fremstu söngvara í áratugi og ert nú með glæsilega sýningu einmitt á Hótel Íslandi. Þegar þú ert svona valinn, finnst þér vera gerðar meiri kröfur og harðari til þín í þessari keppni heldur en kannski annara? Ég veit það ekki. Ég get nú ekki svarað því, en kannski að því ég er búinn að vera svo lengi í bransanum, eitthvað svoleiðis. En það eru gerðar náttúrulega miskunnarlausar kröfur í þessari til flytjanda og Sigga getur náttúrulega vitnað til þess. Sigga náði 4. sæti. Já, það verður erfitt að toppa það. Ætlarðu að gera það? Ég ætla að fara þarna og reyna að gera mitt besta, en það er nú vist svona, við má sletta handicap sem við höfum þegar við byrjum að syngja, þá syngjum við á íslensku, okkar fallega máli. Það eru svo fáir sem að skilja og segja kannski akkur er hann svona reiður þessi maður. Já. Það eru Tyrkir og Finnar í. Já, það er svolítið erfitt. Já, en ég skal bara sannfæra þig það, Björgvin Halldórsson, að við sem erum hérna í kvöld og landsmenn allir, það verður alveg nákvæmlega eins með þig og handboltastrákan okkar. Einmitt. Við bara stöndum með þér, sko. Og nú bara sjáum við myndband með framlagi okkar í söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva 1995, Björgvin Halldórsson! Núna ef þú vilt mun nóttin elska þig af líf og sál. Núna ef þú vilt hún bera vörum þér sín leyndarmál. Núna ef þú vilt mun ástin snerta augu þín svo djúp og blá. Já, núna ef þú vilt njótum þess að elska og þrá.
ég veit allt tekur enda, fellur regn á grænan skó. Og á meðan þú ert hjá mér, vil ég elska með þér nóg. Þessi nótt fyrir okkur, þessi koss handa þér. Hann mun ljóm í gegnum þárin, þegar loks að morgn ég fer. Núna ef þú vilt mun nóttin, elska þig af líf og sál. Núna ef þú vilt vera vörn þér sín leyndarmál. Núna ef þú vilt mun ástin, snerta augu þín svo djúp og blá. Já, núna ef þú vilt, njótum þess að elska og þrá. Njótum þess að elska og þrá. Sál. Núna ef þú vilt vera vörn þér sín leyndarmál. Núna ef þú vilt mun ástin, snerta augu þín svo djúp og blá. Núna ef þú vilt, njótum þess að elska og þrá. Til hamingju með þetta, segir Giannis Karol og við öll, og að baki þessu lagi ætlum við að standa. Og bestu óskýrum fara heill Björgvin Halldórsson. Takk fyrir hemmi. Bubbi og Rúnar. GCD-flokkurinn farin að stað undir heitinu Bubbi og Rúnar. Ný stefna. Ný stefna, já. Alltaf ný stefna. Nei. Fínt margar. Við byrjum sem Bubbi og Rúnar. Já. Svo vorum við þingar út í GCD, Jón Ólasinni og Jóni Trausta. Já. Og Jafar sem hérna, hann bara lætur ekkert bera á sig núna. Við náum að kljúa okkur út úr þess og Bubbi og Rúnar rauðu aftur til. Og þið ætlaði að sýna okkur splunkunautt og lega okkur að heyra núna. Já. Og hvað heitir það, Bubbi? Þetta er lag litla fólki í þjóðfélaginu og heitir En ég sé ljósið. Þú sé ljósið og við vonandi öll. Já, já. Og fáum þá GCD, Bubba og Rúnar, gjörðu svo vel! Og það má geta þess að með þeim leikur Þórir Baldursson. Já, Dengsi, þú varst ánægð með lagið. Já, svona nokkuð svona bara. Var það ekki? Jú, þetta var alltaf þeim. Þú fer kannski með Björgvin út? Ég var að spekulera í Björgvin, hvort ég ætti ekki að koma með þér svona. Busta skóna og svona og til og svona. Já, æfa ekki svona og svolítið. Háttaði, syngja fyrir því svona ljóð svona, í svefnir og svona. Talaði bara við mig, þú veit með síman. Bubba. Vantaði nokkuð baktjaldaraddir, nei, ég segi svona. Þið komið bæðinu. Má bjóða eitthvað sem það? Dengsi. Það er veggur svo þykkur
öll samkeppni drepi niður yfirvega kall. Það var skipafélag á Íslandi sem reyndi hvað það gat. Kolkrabbinn hann á það og það ekki plan. En ég sé ljósið, ég sé ljósið, ég sé ljósið, ég sé ljósið. Það veggur svo þykkur sem umlykur allt. Aldrei nær ljósið að falla grjóti kall. Þeir ríku verða ríkari og strjúka feitan kvið. Reyndu ekki að skilja það sem engum kemur við. En ég sé ljósið, ég sé ljósið, en ég sé ljósið, 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 ég sé ljósið. Bubba og Rúnar. Þetta eru þeir, Bubba og Rúnar og... Afsakið. Hvað nú? Fyrirgefðu. Já. Það er auðvitað náttúrulega eins og að detti barma fullan lækinn að fara að ausa lofi undir hammangun. Ég verð bara að segja það, Emina, þetta nú loka þátturinn, má ekki treysta því? Jú. Já. Ég segi nú bara eins og Deinsi sagði hérna frammi áðan það kemst enginn með tærnar þar sem hann Hemmi hefur heilan. Og við erum öll svoleiðis með grátstafinn í eyrunum ef við skulum vera að hætta. En hann er átt að fara á okkur og svona frægari sjónvarpsstöðvar. Ég segi nú bara svo útvarpsstjóri, sagði frændi minn. Oft dettur góður þá gull í Nei, byrju, það var eitthvað... Hann er dálítið háfleygur heim. Oft dettur samur í gamlan farveg... Nei, byrju nú ég fer bara fram og spyr hann heimi. Ég er nú bara hér með nokkra ansi góða málsætti sem stórtemplari vinir mínir létu fylla ekki inn í tilhöfna stjórnarmyndunarviðræðunum. Þannig að ég bara ætla að gefa ykkur hérna Þessi var sérstaklega ætlaður Alþýðubandalaginu. Öl er vinstri maður. Gjörðu svo vel, Björgvin minn, takk þetta með þér út. Og það er annar hérna, þetta var sérstaklega fyrir Sjálfstæðisflokkinn, að áfenginu skuluð þekkja það. Geymdu þetta. Það er ekki allt núna enn. Það er hérna Framsóknarflokkurinn. Svín fór yfir Rín, kom aftur með vín. Gjörðu svo vel. Og svo hérna... Þetta er fyrir Alþýðuflokkinn. Ekki er sopið vínið þó í ausuna sé komið, elsku hennar, þetta með þér og hérna, þetta er alveg nýr flokkur Þjóðvaki sem fikk þetta. Þeir sletta gínunu sem eiga að gera svo vel stjórnum. Nú að lokum hérna eru hljómsveitardrengirnir með allt önnur hljóðfæri heldur en þeir eru vanir. Nú það, heyrðu, þess er fyrir Villa litla hérna, Villi minn. Sjaldan drekkur einn þá tveir æla. Gjörðu svo vel bara. Villi er búinn að semja lag. Jæja, Hemmi minn, ljúfurinn, ég vil fyrir hönd hljómsveita minnar þakka fyrir frábært samstarf öll árin og að því tilefni ætlum við að flytja þið frumsami lag sem við köllum Veri hress, ekkert stress og bless. Við höfum fengið okkur til aðstoðar hljóðmennina Gunnar Árnason sem leikur á tambúrínu, Óskar Arason sem leikur á egg, Reyni Jónasson á harmoníku, Magnús Kjartansson á súsafón. Það dugði nú ekkert minna, sko. Það var sem sagt tekin svo ákvörðun að leika á einhver allt önnur hljóðfæri en við erum vanir. Ásgeir trommari á gítar, Finnbogi á píanó og Kjartan á xýlófón. Og sjálfur bless ég í blokklautu. Veri hress, ekkert stress og veri bless, gjörðu svo vel.
Þetta var hljómsveitin mín, staðunumir, blíð og stríður, leikið alls konar tónlist með stuttum fyrirvara og alltaf farið á kostum. Fínir strákar, frábæri tónlistamenn. En þá komið nánast að síðustu hljómsveitinni hér. Sigga og Grétar komið saman á ný. Stjórnin. Já. Já, ekki þú blandaðir í það. Verðið þið á ferðinni í sumar? Jú, við ætlum að spila svona eins og sólinn, nokkur böll í sumar. Já. Við ætlum að fara þennan hring sem við höfum að velja. Að fara á norður og austur og vestur og suður. Jú, við ætlum að taka nokkur böll í sumar. Já. Og hress og rock og svipuðum nótum og stjórnin var? Já, eins og hún best getur verið. Ég þakka ykkur fyrir að koma hér í kvöld og ég ætla að biðja ykkur tvö að ganga upp á svið, gjöra svo vel. Því að tíminn líður. En meðan þau að koma sér fyrir að þá komið að kveðjustundinni. Eins og ég sagði í upphafi þáttarins, þá hefur sjónvarpið tekið þá ákvörðun að hér með ljúki þáttaröðinni á tali hjá Hemma Gunn. Nú fyrir einhverja þetta líklega gleðistund en þó veit ég að stór hópur dyggra áhorfenda minna veltir því fyrir sér hvað kom í staðinn. Nú því ekki hægt að svara á þessu stigi en vafalaust verður bryddað upp á einhverju nýmælum í haust, þjóðinni til gagns og gamans og hver veit nema við sjáumst þá. Hver veit. En ég verð að viðurkenna að ég kveð ykkur með ákveðnu söknuði því þið hafið síðastliðin 8 ár örugglega gefið mér meira en ég ykkur. Það teljast vissulega forréttindi að hafa fengið að bjóða hingað í sjónvarpssal rúmlega 6.000 valinkunnum listamönnum til skrafs og skemmtunar leið og áhorfun á þennan þátt hefur haft sérstöðu umfram nánast allt sjónvarpsefni hér á landi, hvað vinsældir varðar. Fyrir þetta þakka ég ykkur. Ég vil nota tækifæri og þakka öllu þessu frábæra samstarfsfólki mínu sem hefur unnið að þessum þáttum með mér, hljómsveitinni undir stjórn Villa Guðjóns og stjórnandanum nánast á samstarfsmanni mínu Hjálparhellu og vini, Agli Eðvarðssyni, sem ég verð að fá úr stjórnklefanum núna augnablik bara til að taka utan hann. Egill Eðvarðsson! Nú, áður en ég verð leiður og enn leiðilegri skulum við rífa okkur upp úr skammdegis drunganum. Veturinn að baki, ekkert nema sól og sumar framundan. Það svo við hæfið að ljúka þessu þætti á jákvæðu nótum. Þeim hinu sömu og ég hef að fremsta megni reynt að leika fingrum fram undanfarin ár. Ég kynni gleðisveitina stjórnina og tileinka ykkur landsmönnum öllum, jafnframt næsta lag Gunnars Þórðarssonar, Ég elska alla, Guð veri með ykkur, gleðileg sumar, stjórnin.